það var einn piltur sem að, já, bókstaflega labbaði upp á mér í fyrsta tíma og baðst afsökunar á því að vera kominn á námskeiðið að trufla. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá honum seinna, því að hann var bara einfaldlega bara öruggur á því, hann væri bara lélegur að lesa og hluta af því sem ég kenna akkurat krökkunum að það er engin lélegur. Lestrarfærnin er eins og öll önnur færni í lífinu. Skiptir ekki máli ef við viljum vera góð í íþróttum. Þá er lykillinn þessi, fara að mæta á æfingar, fylgja ráðningu þjálfara og bara æfa á fullu, það er ekkert annað, það er lykillinn. Til þess að vera góður að spila á gítar eða á píanó, er ekkert annað heldur en að setjast fyrir fram á píanó eða taka upp gítarinn og plokka nokkur lög, 1-2 á dag, jafnvel 3-4 sinnum í viku að lágmarki og þá erum við hægt og bítandi viku eftir viku verða betri. Og þetta á við allt. Ef við viljum bæta færnina í einhverju, það er alveg sama hvað það er, þá verðum við einfaldlega að horfa í það að þjálfa og æfa. Og jafnvel bara, við tökum bara tölvuleikina. Ég segi þetta líka við krakkana, ég spyr einmitt að því þegar við erum að horfa í tölvuleiki. Krakkandi vita nákvæmlega hvað þarf til þess að vera góður í að spila tölvuleik. Það þarf að spila hann oft, það þarf að ná meiri færni og ná meiri leikni, vita nákvæmlega hvað þarf að gera. Öðruvísi verðum við ekki góð og fyrir vikið er næsta skref svo auðvelt oft fyrir börnin, þau vita nákvæmlega hvað þarf til þess að vera góð í því að lesa bók, þarf að þjálfa og æfa. Og ég segi oft við þau í fyrsta tíma að ég sé ætla að færa þau yfir í meistaraflokk í lestri og því að hlutaði sem ég bendi á þetta, þú veist, hve oft æfa meistaraflokkarnir í handbolta og körfubolta og fótbolta, hve oft æfa þeir? Krakkarnir vita þetta. Þau vita að meistaraflokkarnir, þau æfa einu sinni á dag, jafnvel 2 á dag stundum. Þau eru ekki að æfa einu sinni í viku og ég spyrði oft, af hverju æfa þau svona mikið? Af hverju að æfa einu sinni á dag? Er það svona ofsalega léleg í fótbolta eða handbolta eða hvað það er? Nei, þess að þau verði betri. Krakkarnir vita þetta. Þau vita nákvæmlega hvað þarf til þess að verða betri. Þannig að í rauninu það eina sem að barn gerir þegar það kemur á hraðlestrarnámskeið, þá er það bara að fá þjálfun, það er að fá lestrarþjálfun. Við tökum mjög einfaldar lestraræfingar og erum að toga og hjálpa þeim með það